Yeah. Got yourself. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. Got yourself. You from the hood, I hope ya. Herru, færum okkur þá yfir í fréttir dagsins. Announce a new player. Ég elska að annonsa nýja leikmenn í þessum þætti. Hvað heitir þessi? Ég man það ekki, en hann var að sæna í Keflavík. Þetta rússneski leikmaðurinn? Þetta rússneski... Ísrael? Yes, sir. Já. Hann heitir... Þetta geima möggustínum bara þá. Þessi heitir... Egor Koluechov. Sjáum ferilinn hans. Þetta efsta hilla, þetta rússneskur Ísraeli, þannig að hann allavega elskar stríð, hann vondmanneskja, sagði vinur minn mér á Facebook áðan. Hann allavega úr löndum sem eru að haga sér illa þessa dagana. Búinn að spila í Rússlandi og Ísrael. Ég sá áðan að það búið að ryðjast inn í utanríkisráðuneytið, mögulega verið að mótmæla því að þessi sé kominn til Keflavíkur. Þetta shooter, ég skoðaði YouTube-myndband á honum. Ég held hann sé ekki með á morgun á móti Tindastól. Af hverju ekki? Hann bara eitthvað, ég held hann sé bara eitthvað að fljúga hingað í dag eða eitthvað skilur. Ég þekki það ekki alveg. En þetta svona Igor Maric nema bara 31 árs. Þetta high quality shooter. Þetta lukkar ferill, sko. Þetta alveg ferill, hann hefur spilað í Euroleague. Florida Gators líka, 14 stiga leik, sko. Já, þannig að einhverjir héldu að Blue væri byrjað að styrkja Keflavík fótbolta almennilega. Nei, það tekin einn úr efstu hillu. Já. Þetta líka í efstu deild Ísrael og bara með fína tölur og það, sko. Já. Hann kominn, sko, þú veist, þetta þá 50 útlendingurinn eða þú ert með Jaka Brodnik með. Svo Hilmar Péturs ætlar að vera MVP. Svo eru einhverjir fleiri sem að geta barist eða bara góðir í körfu. Jaka Brodnik. Já. Góður. Já. Svo Óli og Halldór Garðar og Valur Alls og eitthvað. Þannig að veistu það? 31. Já, hann nefnilega ekki orðinn, þú veist. Það besta aldrei. Okay. Hann ekki alveg orðinn eins og Igor Maric sem að gat orðið valla hreyft sér, sko. Eru ekki samanlega besti aldurinn 27 til 32? Bara í lífinu? Í íþróttum. Já. Í lífinu það 20 til 22. Já. Jú, ég ekki orðið samt bara svona 33-4 líka bara geitin eða? Eða hugsaður þig eða? Nei, ekki í dag. Ekki í Íslandi, kannski Messi Ronaldo týpur einhverjar. Ekki á Íslandi. Það með marga. Haukur Páls, hann í præminu sinni í dag eða? Nei, hann náttúrulega bara búinn að meiðast 200.000 sinnum, sko. Nefndu mér einn, skilur. Sjáum til. Nefndu þér einn, bara... Kristoffer Akhoks, hann ekki 31. Hvað Sigtryggur gamall? Hann ekki 94-5 mótil eða? Já, þannig þá 32 ára. Ég ekki bara með minna sín 85. Ok, ég veit það ekki. Ég myndi segja 27 til 34. Ég ætla að lengja þetta 2 ár yfir þig. Hvað erum við Keflavík eftir þetta sen? Þú veist, aðeins hafa síðan en bara... Ég hef það bara þar til að sé eitthvað meira, þá ég bara með þarna í svona 5-7. Já. Svo getur vel verið að þessi gaur bara komið þarna og geti ekki hreyft sér, sko. En herru... Hann verður ekki svo... Ósku Hænunen? Nei, sem komið allt annars í fyrra. Alísa. Sem var geðugur á móti Haukum í fyrsta leik. Þegar maður horfði á hann, maður bara þessi gæði getur ekki tekið hliðarskref fyrir lífið sinu, sko. Nei, ég samt, sko... En heitur öllu, fyrsta leik. Svo heitt hann ekki úr skoti eftir það. Falska hann í fyrsta leiknum. Já, þetta samt, sko... Þeir eru orðnir þéttir samt Keflavík, sko. Þeir eru komið lið, bara. Þeir eru svona djúpir, sko. Já. Það er ekki mörg. Fullorðið liðið líka, sko. Þetta svona... Já. Þetta ekki krakkar. Þetta góð blanda. Já. Það alveg ungir þarna, en svo líka fullorðnir sem ber þetta uppi. Já. En þú veist, það bara eins gott að Danni gerir þá eitthvað. Af því að áður en þeir sænuðu þennan gaur, fyrir og eftir en íjarleik, þá ætlaði ég að setja overreaction listan minn bara, Keflavík bara fyrir utan Þór Þorláksson mest óspennandi lið deildarinnar, sko. Bara svona, þeir eru alveg góðir, skilurðu, en samt bara svona, Kannski KR þá eða sama flokk. Þeir eru Ég segi það. Þess KR eru þar. Já, bara þar. Já. Ég segi það, ætla þetta Keflavík í sama flokka þar áður en að... Já, svona eftir fyrsta leik semi, sko. Já. Þetta svolítið jeli, þá sé ekki góðir. Bara svona sigla. Sigla. Eitthvað pressa þarna? Í Keflavík? Já.
ég held að sé ágætis pressa eftir veturinn í fyrra að gera eitthvað sko. Já, allan að komast í undanúrslit, eitthvað svona. Það svona, myndi ég segja, það vilja. Og bara svona einhvern veginn, bara svona jákvætt stöff í kringum þetta einhvern veginn, bara bæði í kringum kalla og kvennaliðið núna lúkkar vel, finnst mér, en þú veist, en þú veist, það lúkka í formi og það eru að spila hraðankorfbalti, ég horfði á leikinn í gær. Það er flottur bara líka. Já, mér finnst það bara svona, það er eitthvað í gangi, það eru að pressa það, þú sérð bara ok, það eru að gera eitthvað, skilurðu, og Keflavík í fyrra, það var bara ekki svona, maður sá alltaf bara, kallamegin, svona líka kvennamegin allan tímann, þú sást aldrei hvað er í gangi, skilurðu. Nei. Bara svona, hvað eru það að reyna að gera? Þú veist, er þetta pick-up korfbaltalið með dýrum leikmönnum sem að tapa svo alltaf, skilurðu, og stundum vinnaði þegar þeir eru á deginum sínum allir eða eitthvað. Já. Þetta... Já, það var góð ákvörðin fyrir að taka Sigga Ingimundar inn. Nei. Góður. Það eldist vel svo. Runaði vend. Hérna, sko, förum þá bara í það sem við ætluðum að gera hérna eftir klukkutíma og 20 mínútur af tauti. Umferð á morgun. Hvernig líst ykkur á þetta? Bara, það er svona, er þetta spennandi leikir samt sem á morgun? Það eru 4 leikir á morgun og 2 á laugardaginn. Svo er landsleikur í fótbolta á föstudaginn og það er kristileg hátíð í körfubolta og haldinn frídagur. Já. Mest spennandi leikurinn Á morgun. Byrjum bara á seðlinum hans Steinars. Ok. Þetta er minn. Nei, þetta er minn. Þetta er þinn. Byrjum bara á mínum. Já. Förum bara tilbaka, þarna, já. Þetta er, eins og ég kalla hann, sá öryggi þar sem hún fjórfaldar peningiðinn. Álftanes vinnur í Þorlákshöfn. Erum við ekki sammála þar, eða? Jú. Ég get alveg sagt það bara að á ykkar seðlum verður -5 Álftanes sem þýðir að þeir vinna með meira heldur 5 stigum. Já. Þannig að þú veist, þið hljótið að vera sammála þessu. Já. Þorlákshöfn bara ræpuðu það mikið upp á Skaga að við höfum enga trú að þeim, sko. Ég get alveg fallist á það að vera samlega. Ég skal rökstiða minn segil bara eftir, ég ætla ekki að kommenta mikið á þeim. Ok, takk. Tindastóll, Keflavík. Ekki samfærandi stólar hann í fyrsta leik, en ég bara trúi ekki að þeir fari heim og tapi á móti 4 eða allan 3 leikmönnum sem hafa aldrei komið á Sauðárkrók lífi sínu og bara kláraði þetta ekki, sko. Sko, ég er mest hræddur þennan leik, persónulega. Já. Bara, mér finnst það svo ógeðslega ósamfærandi á móti Val. Og ég sé alveg, þú veist, heima sem að Keflavík vinnu þá, því Keflavík líka bara hafa oft verið góðir. Á móti stólunum einhvern veginn. Sko, sagan var að Taivo Badmus yrði með í þessum leik. Hann hefði ekki verið með, hann hefði verið á sunnudeginum, en hann ætlaði að vera með á mánudeginum. Móti Val. Já. En ég trúi ekki öðru að hann sé með í þessum leik. Það hlýtur að vera. Og það breytir öllu. Það breytir öllu. Já, það breytir öllu. Hann snýri sig eitthvað illa þarna í Slóvakíu. Það er bara að segja topp 3 leikmæri frá deil. Já. Allir sammála það? Já, sammála. Svo var, sko, Sigtryggur Arnar einhvern veginn setti það nú nokkra þrista í síðasta leiki, allavega 2 eða eitthvað. En svo var hann bara í villuvandræðum allan leikina því að það var flautað á allt saman í þessum leik. Við vitum að það er ekki flautað í síkinu. Nei, við vitum það. Þannig að þeir munu ekkert lenda í þessum villuvandræðum og við þurfum eitthvað stól á Hannes Inga inn á allan tíman, sko. Haldið þeir geti spila mikið þetta Ívan Dróngílas kombo hann á móti Keflavík, eða? Já, geta alveg. Ívan er svona alveg allt múlíkmand eitthvað neginn. Ég held að Möller-gaurinn og félagar í Keflavík og Jaka Brodnik svona hefur ekkert í gegnum tíðina verið frábær á móti þessum leikmönnum. Já. Þannig að ég er svona, og Taivo Badmus líka, þegar voru í play-offs á móti hverjum öðrum. Bara ég sé engan í Keflavík sem getur stoppað Taivo, sko. Nei. Ekki einn gaur, sko. Ég held þetta verði smá svona Hilmar Pétursson var frábær í fyrsta leik. En svo færa núna Basíl og Sigtrygg Arnar í andlitið í síkinu. Ég held að muni er gott season, en ég held að þetta verði smá svona... Ég held að hann verði góður, en ég held að nýjir útlendingar í deildinni muni fá smá reality check á króknum. En af hverju ertu þá ekki sammála með Sigur? Af hverju ertu þá ekki sammála með Sigur? Keflísku útlendingarnir fá reality check. Ég er sammálaður. Þú ert sammála mér? Ég er með stóla. Það er verið hræddur við þetta? Ég er mest hræddur þennan, af leikjónum. Þú ert almennt ekki mjög hræddur maður. Já, þú veist, mest hræddur. Ég sagði ekki að vera hræddur. Ef ég velja einn, þá er þessi sem ég er svona sett spurningamerki. Grindavík -10 á móti Akranes. Já, bara. Það er að raukstiðja þetta. Nei.
Á hverju Grindavík fá 2 leiki heima í byrjun? Ég veit það ekki. Leika niður Ég held að sá þykki í Akranesi muni eiga miklu basli í þessum leik. Já. Ég held að þetta geti orðið bara pínu ljótt, sko. Grindavík er líka bara þannig lið, sko. Er þetta þá ekki bara single bet, -10 eða? Jó, ég held að þetta sé skotelt bet. Ég meina, gaurinn er, ef við erum að tala að Láti sé 10 km þungur, sko. Hann geti verið 15 km þungur. Já. Ég held að -10 vinnist, en ég tók svo sem annað betti í þessum leik, sem ég hefst líka mjög örugt. Hendum okkur þá bara í veðmálið hans Steinars Aronssonar. Hann er þarna. Ég er með Álftanes -5. Af því að, og ég rauksti þetta. Nei, við sem fórum yfir þetta, Þólasöfn, bara svona, jú, raukst þetta bara, af hverju með meira, en, þú veist, já. Þeir eru með 5 gaura, Álftanes með liðið ekkert eðlilega tilbúið góðu formi og hlaupa. Ég held að það var hlaupa yfir það. Ok. Ég held að þetta verði 10-15 pluss lágmark. Ok. Ég held bara að, þú veist, það verði kannski jafnt fram að hálfleik mögulega, þú veist, þetta er alveg fína útlendingar í Þór, en svo fara bara gasa þess á móti í að setna hálfleik. Já. Þannig að endi í svona 15 pluss. Ert þú með sama á selniðinu með það? Já, ég er með -5 á Álftanes líka. Ok, er þetta ekki þá single bet líka? Þetta er sem er gefin single bet. Ok. Já. Þú ert með mínus á Tindastól sem þú træddu við. Já, af því ég hata svona lága stuðla eins og þú. Já. Ég elska value. Já. Ég er með Tindastól -5, bara heima. Ég segi, ég held að fá reality check þarna nokkur erlendir í Keflavík. Þurfa þá ná fótaselmilega í deildina að þeir fara á síkið og sína eitthvað. Þannig ég held að þeir vinni líka að heima með svona allavega 8 pluss. 8 og upp í 15 skilur. Við getum rögrætt þetta þegar Gunnar kemur með sinnseðil. Bíðum að sjá. En síðasti, á hverju svona hátt yfir? Ég meina, er Akranes að fara að skora einhver 87 stig? Þetta átti að vera undir, fyrir ekki. Þetta grínast, þetta er bara komið á Twitter. Já, ok, þetta er undir 191. Undir 191,5. Já. Því ég held að... Breyti ég líka myndinni í þáttinn. Já. Þetta er undir 191,5. Grindavík skora kannski 100 stig. Mögulega. En Akranes skorar ekki mikið meira en 84. Ok. Það er maxið. Já, Grindavík skorar ekki meira en 100 og Akranes skorar ekki að skora með 84 stig Grindavík í þessum leik. Ég get verið sammála því. Mér finnst þetta önderslínan alltaf há fyrir hennar leik. Órönderslína. Og ég myndi alltaf taka önders frekar en að taka Grindavík -10,5 og svo er þeir 15 yfir, 4 leikilda og þeir setja nökk fá að félaga inn á og þetta endar í 8 stigum. Já, 6,5. Já. Ok. Ég tók þennan líka, mér finnst hann flottur hjá þér. Ég tók mér þess að yfir 191 af því ég hugsaði ekki, ég bara elti þig. Hugsanlega, kassar maður út eða heldur þessu, ég veit það ekki. Já. Tökum þá seðilinn hans Gunnars. Hvað ertu með, 12 stuðul? Já, þessir stuðlar, sko, hvað voru með 3 og 4? Sko, sko, neðstu 2 þurfum við ekki að ræða aftur, en rökstittu nú Sko, Ármann pluss 20. Sko, ég held að Ármann verði komnir með Kanan og ég held að Arnaldur Gríms verði með þeim og ég... Það verður revenge game hjá Arnaldi. Það verður revenge game hjá Arnaldi Grímsinni. Kanin var vist fínn á móti á undirbúningstímabili. Frábæra móti Njarðvík. Á móti Njarðvík. Og hann er vinur Jamorant, þannig að... Nei, það er ekki hann, það er Gaur Nýja. Allavega, ég held að þeir munu standa sér vel á móti KR. Ok. KR-ingar litu ekki vel út, vissulega án Kana á móti Stjörnunni. Ég held líka að Júkovic og félagar ekkert svona gaur sem vinna einhvern leik með 25 stigum. Ég er nefnilega eiginlega sammála þessu að því liti að ég held að sko Ármann er ekki fara að lenda í svona hakkavél samt Álftanesi. Nei. KR-gauran er ekki svona... Þeir eru ekki þannig. Tæta eitthvað í sig. Þeir eru ekki með svona... Þeir eru allt soft svona... Língaurar eitthvað neginn svona... Vesturbæða væpi. Spurning hvort að Kanin þeirra sé með. Hann hlýtur að koma með leiðina. Hvernig sko... Hann var tæpur fyrir síðasta, skildist mér. Hvernig með alla þessa lögfræðinga í Vesturbænum? Hvernig náðu þeir ekki leikheimild? Þeir eru busy að verja glæpamenn. Já, og náðu ekki sko en kalla né kvennakanna sko. Já, það er ótrúlega lélegt. Það hlýtur að vera rautt spjald. Já, það er... En hvað haldið að þeir muni valda yfir? Eða heldur þú að þeir muni valda yfir? Já, ég held þetta verði svona 15-24, skilur. Ég held þetta bara svona... Þetta er þessu reiki. Já, ég er bara svona nenni ekki þessu að því að
að því að svo eins og þú segir, sko, kannski bara hanga Daniel Love og Dolesa inn á í 4. og 27 stigin enda í 17, sko. Já. Já, ég held að þetta væri svolítið svoleiðis. Þetta væri aldrei einhver leikur, sko. Þetta er alls ekki gefins bett, sko. Getur þetta orðið leikur? Nei. Er þetta samt ekki leikur þessum að Daniel Love til dæmis ég set alveg fyrir báða skora svolítið í þessum leik, sko? Ég sá ekkert frá KR á móti Stjörnunni sem sagði mig það að KR væri eitthvað geggjalið. Nei. Það var ekki eitt. Þú sást ekkert mikið frá ármenningum með það heldur, sko? Nei, en það vantaði einhvern veginn og vantaði besta görið þeirra og... En við erum samt að tala Kana sem er aldrei spila í Íslandi og Arnald Gríms. Og þú mæta KR sem er allt öðruvísi og þú þarft að bounce back eftir mér líður illa með þetta. Afróð og... Mér finnst þetta óþægilegt, ég ætla ekki að taka þetta. Ég hef tekið plus 29,5 hefði ég tekið. Það er að fallega við vefmál, þetta á að vera smá þvægilegt. Keflavík svo, það held ég að ég hef trúað þeim. Beist á hverju? Sko mér fannst þeir, ekki að þetta IR leysi eitthvað styrla, sko, en mér fannst þið bara fínir, mér fannst Tindastóll ekkert sérstakir á móti Val. Ég ætla bara að gera ráð fyrir að Badmurs verði einhvern veginn hálfur eða spila ekki. Ég held bara... Hvað unnuð er IR með mörgum stigum? Það var... Þegar ég kíkti þá voru þeir alltaf svona 4-5 stigum yfir. Enda í held ég 8. Já, þeir voru samt alveg með leikinn allan tíman. Mér finnst það var þarna, ég setið 2 þrista til lokinu eitthvað svona... Mér finnst ég vita svo lítið Keflavík og hafa séð svo lítið af Keflavík og bara þessum mannskap, þessum þjálfara, þessu liði saman að bara eitthvað svona, kemur svona fyrsta punch í síkinu sem að mun alltaf koma. Þú treystir þeim ekki alveg. Ég bara treysti þeim enga megin, ég hef aldrei séð þá að fara í gegnum neitt sem er erfitt. Ég segi það skil, ég er þar líka. Þeir gætu bara lent 15 stigum undir og tapa með 20, sko. Ég held að ef þetta fer á þannig að Tindastóll vinni þá held ég að það veri bara síkið og geðveikin, sko. En ég held að, ég meina, Tindastóll að spila móti Valsliði sem að, Kristó tekur 3 skot og er ekki eins og með Kana og einhvern Evrópmann sem bara mæta einu æfingu, og þeir rétt mörðu það með 2 stigum. Já, en vantaði einn besta leikmann deildarinnar ef að Badmus er með. Já. Og svona skrítin, dróna, attack, flugferðar, rotation í gangi á Arnar, svo fara þeir heim og hann hlýtur að fara bara í eðla róteringu. Já, ég veit ekki, en þú veist, sjáu þetta samt ekki heldur bara fara, þú veist, Tindastóll með 4 eða eitthvað. Nei. Mér finnst það umulegt bett í þér. Mér finnst það... Ef ég ætti að velja, þá myndi ég freka velja plúsuna Ármann. Ég líka, ég tæki plúsuna Ármann að ég ætti að velja eitthvað þarna. En hvernig fer landsleikurinn í fótbolta á föstudeginum? Við vinnum. Ísland á 2,8 held ég. Já, þetta verður sigur. Við vinnum. Ok, sammála því. Og hvernig fer leikur, svo 2 leikir á... Það er langt síðan ég var eitthvað spenntur fyrir landsleikir fótbolta. En þú ert það núna? Já, eftir 2 leiki síðast. Já. Kveikt í manni. Já. Hvað nú er ég að opna í símanum sem er ömulegt sjónvarp fyrir þá sem eru að horfa á YouTube, sem eru 1000 manns. Njarðvík IR, ekki komnir stuðlar klukkan 7 á laugardegi. Elskum laugardagsleiki, 2 vikur í röð. Njarðvík IR, það var alls ekki leikur á laugardegi síðast, hann var á mánudegi. Hann er í Njarðvík eða ekki? Hann er í Njarðvík. Njarðvík IR. Njarðvík vinnur. Já, sammála. Og svo ertu með Stjarnan Valur. Að ég præsi þetta fyrir þig eða? Nei, ég er bara sammála. Ég held samt að verði ekki nóg value á Njarðvík. Þetta var svona 1,4 eða eitthvað. Það verður -7,5 Njarðvík. Já, ég tek það ekki. Og við tökum það ekki. Nei, tökum það ekki. En við getum tekið straight við það. Svo hvað það er Stjarnan Valur. Já. Er Pablo búinn að setja út bann? Já. Já, þeir taka það. Ef að Giannis Agravanis er heill. Þá taka það. Seth Ludey komið með heil leikheimild. Er það ekki ólíklegt eða? Það er ólíklegt. Stjarnan reyndar til alls líklegir þegar það kemur að því að fá leyfi. Og Pablo kemur inn. Það bara, þeir litu bara mjög vel út á móti KR á meðan það voru, þú veist. Þeir líta vel út í öllu leikjum. Á meðan það var 1 unglingur Ægir kemur og 4 inn á. Því að með ekki hljóma svo Ægir sé alvarlega meiddur. Þetta er bara eitthvað svona hnjask. Agravanis heill, Ægir heill, Pablo kemur inn, mögulega Kani. Þessi tekið Stjörnuna. Stjarnan all day. Hvernig verður þetta præsað? Fáum við straight win eða? 1,7? Fáum 1,75, 1,8 Stjörnuna. Heima sigur á laugardegi? -3,5 kannski. Ja, Veðbankar vann með þetta aldrei Val, sko. Þannig að ég held að ég er ekki svona sannfærður að Stjarnan vinna þetta, sko. Ég held að Kári geti
En þið upp á Álftanes sem alltaf hatið Garðabæ Nei, já, jú. og bara Stjörnuna sem klúbb. Þeir eru Garðabæ. Já, þeir eru, nei, við erum ekki í Garðabæ. Sorry, við erum alls ekki í Garðabæ. Jú, það er fínt að vera í Garðabæ, skilur, en þú veist, ég er bara Álftanesingur, sko. Þú veist, og við erum í ákveðinni sjálfstæðisbaráttu. Er ekki herrakvöld eftir rúma viku, eða? Jú, það er öllu til tjalda. Þú veist, ætlar ekki að mæta? Nei. Ég ætla að mæta. Já. Með rú. Já, og bara einhverjum kóngum. Já, veistla. Já, Ég það ætla verður að reyna að mæta á svona fullt af herrakvöldum og bara svona eignast einhverja vini Já. í körfuboltaheiminum. Gangi þið vel með það. Þannig getur það eignast. Gangi vel með það. Hérna, en við erum það sammála því. Það verður hérna gott double nema hjá þér. Þú ætlar ekki að taka þetta. Nei, ég tek Njarðvík og Val. Guð minn almáttugur. Ok. Ég trú ekki að sá slæmi sé ekki að taka Val á móti Stjörnunni. Stjarnan er bara eitt eðlilega góðir, sko. Stjarnan eru líka bara svona, þeir gætu farið í playoffs núna. Orri, Bjarni Guðmann, Ægir, Agra Vans í frábæru formi. Þeir eru svona bara atvinnumanna bragur á liðinu, fattar mig. Bara svona formlega. Bara, mér finnst það svo flott skilur með Bjarni Guðmann. Mér finnst það vanta leikmann á það, sko. Já, alveg klálega. En mér finnst bara svona, þeir eru í standinu og aggressivenessið í vörn hjá þeim er basically eins og það var í playoffs þegar við hættum. Já, ég sammála því. Og Leikformið þeirra er bara tilbúið. Já, Á meðan og Pablo er líka þannig gaur. Já, já. Bara atvinnumaður. Pjúra atvinnumaður. Bara með að horfum á Tindastól Val og það var eitthvað svona, Já. fattaru. Já, og bara fullt af liðin. Bara flest liðin í þessari fyrstu umferð. Álftanes mögulega hitt liðið sem Já, var og svona Grindavík leikund eins kannski. og atvinnumannalið. Grindavík, ég veit hvort það var stemmingin og eitthvað svona. Það hafi verið stemningin / bara ógeðslega góðir körfuboltagaurar. En Já. ekkert eitthvað, Það er samt líka, já. jú, þeir voru alveg í standi. Jú, mér fannst það. Já. Já, En það sem ég tók út úr þessari fyrstu umferð samt var svolítið, mér fannst ógeðslega mikið af liðum og leikmönnum Með haustbrag. vera bara í bara svona alvöru pick-up, körfubolta, bumbubolta bragur á mörgum leikjum og Sammála. bara IA, Þór Þórlákshöfn myndefnið, Keflavík IR myndefnið, þetta var bara svona Mér fannst vesturleikurinn valið Tindastól, sko. Þetta eru tvö lið sem eiga verið í toppnum Já. og eru með, þetta eru atvinnumenn bara í eiginlega öllu stöðum. þegar Frank Búker Það er að tók versta. stór dribbl og heatcheck og dreif ekki á körfuna. ég man eftir þessu. Maður var bara svona, Þú veist, ég trú alveg Þór í að fyrir þessu, skilur ég. Þú veist, ég sé það alveg gerast þar. já, En ég sé þetta ekki í Val Tindastóla sem Tindastól er líka í Evrópakeppni. Og þeir eru að spila svona. þeir voru þreytir. Þeir voru frábærir á móti Slovan Liberec, Bratislava. Já. Og það liði ekki bara ekki ömulegt. Jú. Það maður ekki hlustað á fuglinn þar. Ótrúlegt. Hann hlustaði ekki á sjálfan sig. Nei, við vissu ekki það ekki. Hérna, ert þú komið með körfufréttir appið? Já, Cool. En þú? hann verið með það Þú kom með í 2 ár eða eitthvað. Nice. Þegar kom út. Ég er bara svo ánægður að hérna, þeir hafi verið með Run and Gun frá fyrsta degi, sko. Já. Ég ætla að gefa þeim shout out líka bara eftir svona 3 ár þegar að Run and Gun verið komin í sjónvarp og eitthvað. Og sjónvarpsstöð, skilur. Já. Svo ánægður með þá. Já. Heyrðu, hérna er eitthvað meira í þessu eða? Klukkan er 7, sko. Nei, ég ekki svo sem... Nei, nenni ég ekki. Nenni ekki að ræða þetta. Það er bara tímáli, nenni ég ekki. Heyrðu, ég ætla að fara heim, þið ræðið Dabba T-málið, sjáumst eftir viku. Takk fyrir þetta. Your team shook, y'all feel the wrath of a cause this is my football field. Throwing passes from my shoulder pads apparel. But the QB don't stand for no quarterback. Every word is like a cause y'all all soft and I'm the black hearse that came to haul y'all in. This for the hood by the corner store. Many try, many come at Nas if you wanna war. Get it. I got mine, I hope ya got yourself. You from the hood, I hope ya got yourself. You want beef, hope ya got yourself. And when I see you, I'ma take what I want. So you try to front, hope ya got yourself.